Velkomin í kynningu á verkefninu Krakkar kokka, sem verkefni matarhefðir, nærumhverfisneyslu og sjálfbærni fyrir börn á skólaaldri. Saman munum við fræðast svolítið matarauðlindir og sjálfbærni, hvernig tengja má menntun og skemmtun og fræðast á skemmtilegan hátt og fleira. En hvað eru matarauðlindir? Matarauðlindir eru náttúra eða umhverfi sem gefur okkur tækifæri til að afla matar eða vinna mat úr. Til dæmis fiskur úr sjó eða vatni, búfénaður sem alinn á landi þar sem góðar aðstæður eru til búfjárræktar, eins og grænir hagar, eða grænmeti, eins og til dæmis kál, gulrætur og fleira sem ræktað þar sem jarðvarmi eða heitt vatn í jörðu. Sameinuðu þjóðirnar, The United Nations á ensku, bandalag þjóða á jörðinni. Ísland í þessu bandalagi sem oft kallað SÞOD til styttingar. Árið 2015 setti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 17 sjálfbærni markmið fyrir allar þjóðir sem stefnt að því að náist árið 2030. Markmiðin 17 eru einnig kölluð heimsmarkmiðin. Heimsmarkmiðin eiga að tryggja öllum jarðarbúum gott líf og einnig tryggja framtíð jarðar og auðlinda jarðar fyrir komandi kynslóðir. Heimsmarkmið númer 11, 12 og 13 miða öll að því að gera fæðuneyslu okkar sjálfbæra, en þannig verða samfélag okkar einnig sjálfbær. Ábyrg eða sjálfbær fæðuneysla þýðir að neysla okkar á mat stuðlar að sem minnstri mengun og stuðlar að verndun og viðhaldi fæðuauðlinda okkar. Það þýðir að við notum ekki fæðuauðlindir svo þær eyðileggist, heldur notum þær þannig að við tryggjum áframhaldandi tilurð þeirra fyrir komandi kynslóðir. Með þessu tryggjum við einnig sjálfbærni samfélagsins þannig að við styðjum íslenska framleiðslu í stað þess að kaupa allt erlendis frá og viðhöldum því okkar eigin samfélagi og byggjum það upp innan frá. Hvað myndi til dæmis gerast ef við gætum ekki flutt mat erlendis frá til Íslands? Fyrir nokkru þóttu okkur þetta fráleit hugmynd. En COVID-19 aðstæðurnar hafa til dæmis sýnt okkur núna að ýmislegt getur gerst. Nú á þessum tíma COVID-19 lokuðu mörg lönd landamærum sínum og flugferðir lögðust að miklu leyti af tíma. Þetta sýnir okkur að það mikilvægt að hafa sterkt samfélag sem getur nært sína eigin íbúa með mat sem unnin úr fæðuauðlindum landsins. Nærumhverfisneysla þýðir að borða mat sem kemur úr því umhverfi sem næst okkur. Veltu því fyrir þér hvaða matur framleiddur úr fæðuauðlindum nálægt þér. Það gæti verið grænmeti sem ræktað, kjötar sem búfénaður ræktaður og svo framvegis. Til að Reykjavík og bæir og kaupstaðir á Íslandi geti verið sjálfbær þarf fólkið á hverjum stað að nýta auðlindir svæðisins, að gera mat úr því sem gefur mat í náttúrunni, svo sem rækta eða veiða dýr á landi í sjó eða vötnum, rækta grænmeti, nýta villtar náttúruafurðir og ýta undir grósku þeirra, til dæmis með verndun berjalanda, uppbyggingu skóga svo sveppir geti þrifist, verndun og viðhaldi varplanda og svo framvegis. Að flytja matinn frá svæðinu eða annan mat inn á svæðið langt að eykur á mengun og minnkar sjálfbærni. Mest sjálfbærni fæst með nærumhverfisneyslu að eins miklu leyti og hægt er. Nærumhverfisneysla ekki bara góð fyrir náttúruna. Hún styrkir einnig samfélög því hún stuðlar að og jafnvel tryggir atvinnutækifæri á hverjum stað. Hún viðheldur einnig samheldni, menningarvitund og menningararfi samfélaga því samfélag sem styður eigin framleiðslu og stuðlar að framþróun hennar með því að þróa aðferðir og nýtingu afurða líklegt til að skilja eigin sérstöðu og einkenni staðarins betur og þannig menningarvitund og stolt staðarins. Stolt og einkenni staðarins getur til að mynda verið mikil og góð kartöflurækt eða einstaklega ljúffengt lambakjöt og svo framvegis. En hvað menningararfur og menningarvitund? Menningararfur eru þær minjar og hefðir sem skapast hafa í samfélaginu í gegnum ár og aldir. Þær eru sprottnar af náttúruauðlindum og umhverfi á hverjum stað og þeim leiðum sem fólk hefur fundið til að nýta matvæli jarðarinnar sem best. Dæmi menningarminjar rokkurinn sem notaður var áður fyrr til að spinna ull í föt, en sauðfjárrækt hefur fylgt landsmönnum frá landnámi.
Gjörnýting matvæla eins og að nýta ekki bara kjöt heldur einnig innmat til matar hefur verið rík hefð á Íslandi, þar sem matur hefur stundum verið að skornum skammti og einnig hefur verið mikilvægt að þróa leiðir til að geyma matvæli til lengri tíma. Þannig hefur til dæmis sú hefð orðið til að gera slátur. Íslendingar þekkja vel og eru stoltir af menningararfi sínum og flest íslensk börn þekkja til að mynda slátur og rokk og er það því hluti af menningarvitund þeirra hvað það er að vera Íslendingur. Ísland hefur ríkulegar auðlindir, næringar og matar, en þær eru mismunandi eftir stöðum. Sums staðar á Íslandi, til að mynda á Suðvestur- og Suðurlandi, er auðvelt að rækta grænmeti með því að hita gróðurhús með jarðvarma. Annars staðar eru auðug fiskimið og enn annars staðar hentar landið vel til sauðfjárræktar. Matarauður Íslands er verkefni sem heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. En verkefnið hefur meðal annars þann tilgang að efla jákvæða ímynd og vitund íslenskar fæðuauðlindir og afurðir og staðbundna matarmenningu á Íslandi. Á vefsíðu Matarauðs Íslands má finna gagnlegar upplýsingar fæðuauðlindir hvers landsvæðis eða hvaða mat náttúra Íslands gefur okkur á hverjum stað. Matarlandslagið.is eða eaticeland.is er vefsíða gerð af Matís sem hefur að geyma upplýsingar alla frumframleiðendur á Íslandi, en frumframleiðendur eru þeir sem vinna mat og afurðir beint úr auðlindunum. Þetta eru til að mynda bændur með búfé, grænmetisbændur, sjómenn og fleiri. Á korti matarlandslagsins má sjá hvaða frumframleiðendur eru starfandi á hverju svæði og hvaða afurðir eða matir framleiða. Skemmtiment eru 2 orð samtvinnuð í eitt, skemmtun og menntun. Orðið skemmtiment þýðir menntun sem byggðir á skemmtun, það er, þú skemmtir þér og lærir í leiðinni. Það er vissulega skemmtilegt að lesa, en það er ekki síður gaman að læra með því að gera sjálfur, til dæmis að prófa nýtt tæki eða fara í vettvangsferð og skoða náttúruna, heimsækja nýja staði, reyna sig við einhverja þraut og svo framvegis. Skemmtimentin í Krakkar-kokka-verkefninu felst í því að prófa að gera sjálf og læra þannig. Verkefni heitir Krakkar-kokka vegna þess að við ætlum að læra hvernig við getum hjálpa jörðinni og leið stutt okkar eigin samfélag, það er Ísland og íslenska framleiðslu, með því að velja að elda úr og borða íslenskan mat. Svona getum við lært meira mat og matvælaræktun og það hvernig við metum og nýtum matarauðlindir og möguleika landsins okkar. Krakkar-kokka er einnig hluti af stóru Evrópuverkefni, We Value Food, eða Við metum mat, sem er styrkt af Evrópusambandinu sem leið að heimsmarkmiðunum 17, aukinni matarvitund og þekkingu. Þannig við öll saman að vinna því að ná heimsmarkmiðunum 17. Í Krakkar-kokka-verkefninu náum við sjálf í íslenskt hráefni til matreiðslu og prófum svo sjálf að elda eitthvað ljúffengt og hollt úr hráefninu og gerum jafnvel myndband hvernig til tókst, svo aðrir geti lært af okkur og leið séð hvaða fæðu Ísland hefur upp á að bjóða á hverjum stað. Prófaðu að velta því fyrir þér hvernig það væri ef engin búð væri nálægt okkur og við þurftum að fá okkur að borða. Hvað getum við borðað þá? Hvað dettur þér í hug að þú getur náð í sem er íslenskt og nálægt þér, úr nærumhverfinu, til að gera mat úr? Veltu þessu aðeins fyrir þér. Vaxa rabarbari eða rifsber í garðinu þínum? Eru ber farin að vaxa í móa nálægt þér? Er bóndi á svæðinu þínu sem býr til kjöt eða grænmeti eða annað? Er ef til hægt að tína æta sveppi nálægt þér? Veistu hollar villtar jurtir sem hægt að gera graut úr eða te, til dæmis blóðberg, fjallagrös eða annað? Eru nývaxnir fíblar í garðinu þínum eða hundasúrur sem nota má litlu laufin af í salat? Athugaðu að fá aðstoð fullorðins við að meta hvað hægt að borða úr náttúrunni og hvað ekki. Nú kemur að verklega þætti verkefnisins. Þegar þú hefur lokið við að horfa á þessa kynningu byrjar skemmtunin, því þá getur hafist handa við að ná í matvæli á þínu svæði til að elda úr og tekið myndband af ferlinu. Það er skemmtilegast að vinna verkefni saman í hóp, til dæmis skólafélagar með hjálp kennara eða fjölskyldan saman. Náðu í matarhráefni sem úr þínu umhverfi. Þú mátt ná í hráefnið beint í náttúruna, beint til bónda eða sjómanns. Ef þú kemst ekki að sækja matarhráefni af einhverjum ástæðum, geturðu beðið einhvern að sækja það fyrir þig, sækja íslenskan mat til að elda úr.
Gættu þess þá að skoða vel hvaðan maturinn kemur. Hvar færð þú þitt hráefni? Eldaðu nú úr hráefninu. Mundu að taka upp stutt myndband 2 til 10 mínútur af verklega hlutunum, af þér að ná í hráefnið og elda úr því. Gaman að sýna einnig sérkenni staðarins þíns í myndbandinu, til dæmis höfnina, náttúruna, bóndabílið, garðinn, fjöruna eða annað þannig að aðrir geti lært staðinn þinn og hvaða matarauðlindir hann hefur upp á að bjóða. Skoðaðu krakkar kokka myndbönd sem börn í öðrum skólum hafa gert til að sjá hvernig hægt að gera skemmtilegt og fróðlegt myndband verkefnið. Láttu sköpunargleðina ráða þegar þú tekur upp þitt eigið krakkar kokka myndband. Þú mátt gera þitt myndband eins skemmtilegt og flott og þú vilt, með myndum, hljóði, tónlist, táknum og fleiru. Þú getur nota venjulegan myndavélasíma til að taka það upp, spjaldtölvu, dróna eða hvaða leið sem þér finnst best. Sendu okkur svo myndbandið þitt á krakkarkokka@matís.is og við setjum það á YouTube síðu Matís fyrir krakkarkokka verkefnið. Þá geta önnur börn lært hvaða mat hægt að fá af þínu svæði. Mundu að best að myndbandið sé 2 til 10 mínútur í heildina. Við hlökkum til að sjá myndbandið þitt og fræðast hvaða mat fæðuauðlindir Íslands gefa á þínu svæði. Takk fyrir! Við vonum að þú og þinn hópur hafið haft gagn og gaman af.